Ég er búin að rista af sem mestu vonbrigðin frá því í gær. Já, maður er búinn að gera það. Það var svekkjandi í gær en maður skildi það eftir bara í gærdagnum og nú er bara nýr leikur á morgun og fullir fókus á það. Og það er tappa svona hnífjöfnum leik á síðustu sekúndu, það er kannski gerir þetta svolítið erfiðar að jafna sig á því eða eitthvað. Jú, þetta var sárari en þegar við töpum fyrir þeim í fyrra með 10 mörkum, þá er þetta miklu sárari tap með einu marki, því þetta hefði getað fallið á báða vegu. En já, maður verður bara áfram gakk, jafna sig að þessu. Og svona eftir sigur lotu þá kom að þessu því miður? Já, en þetta var svo sem leikur sem mátti tapast. Hann skipti ekki, auðvitað skipta máli upp á það hvernig við mætum núna á morgun, en hann mátti tapast. Þannig, já. Nú er það Ungverjarnir sem eru með þetta feikilega öfluga lið og Evrópumeistarar 19 ára frá því fyrra og þeir hafum svona kannski ekki mætt en hafi örugglega séð þar. Jú, við hefum náttúrulega alltaf séð þar. Þær hafa oft verið í úrslitaleikjum á síðustu mótum, á síðustu árum. En það breytir ekki neinu. Við ætlum bara að mæta alveg brjálar og við gerum í hvern leik og þær vita heldur eiginlega ekkert hvernig við erum. Svona, þær hafa aldrei séð mikið á okkur held ég. Þannig við getum nýtt okkur það. Við erum rosa svipaðar að því leyti að við viljum bæði keyra, bæði frekar mikið keyslulið. Þannig að þetta verður mikið hlaup en það verður bara líka ógeðslega gaman. Já, og svona bara skilja allt eftir og vinna ná út úr eins miklu út úr leiknum hægt er. Algjörlega, það er eiginlega eina leiðin á morgun. Ég meina þetta lið, ef við töpum á morgun þá er þetta lið örugglega að fara að vera heimsmeistarar. Það er bara, ef við vinnum á morgun þá erum við komin á góðan stað. Já. Og þetta er náttúrulega bara, þú veist, undanúrslit og þeir áttalega úrslit annað móti í röð í þessum aldursflokki. Það er mikið styrkur í því. Algjörlega, við erum búin að fara bara upp með hverju mótinu sem við höfum tekið þátt í og bara besti árangur sem 20 ára landslið hefur náð í þessum aldursflokki er núna og þetta er bara frábær árangur hjá okkur og ég er ógeðslega stolt af okkur, sama hvernig fer.